Þar samkvæmdur ræktunarstöð lands og lýðs og hefur þar margur veikur sprotinn vaxið úr moldu og náða blómstra ríkulega. Þeir eru ófáir sem orðið hafa fyrir sterkum áhrifum frá því einstaka ræktunarstarfi sem þar hefur farið fram og segir það meira en flest annað þennan áhrifamátt sem hinn svardænska gróðurmál býr yfir þegar rétt og vel búið að rótum, brumi og blöðum þess nýgræðings sem bera skal ávöxt í fyllingu tímans. En það var til þessar mundir að í hlað á Hæringsstöðum bera 3 vitringa á Austurlöndum, Kasper, Jesper og Jóhannes. Vitringar þessi bræddu þegar hug og hjörtu hinna kaldlyndu og seinþeknu íbúa í Framdal. Ber heimamönnum saman að síðan hafi jólastjarna skinið yfir Hæringsstaðabæinn. Þeir Kasper, Jesper og Jóhannes hafa ekki einungis fært velgjörðarfólki sínu fulla reykjenslu og myrru, heldur reist svitahofið mikið að Hæringsstöðum þar sem Framdalir geta losað sig við óæskilega líkamsvessa og sótt sér jákvæða orku. Hyggjast menn greina miklar breytingar til batnaðar á þeim Dómhildi og Gunnlaugi í Klaufabrekknarbroti og veitti svo sannarlega já. Og karlingja á Hóli gengur ekki lengur úrillur eins og grenjandi ljón, heimtandi snjómostur og póstþjónustur og öll þau lífsins þægindi sem öllum tjáir að nefna. Og hænurnar á Klaufabrekkum verpa nú helmingi fleiri brúneitum en nokkrum sinnum. Og dýr drottins hljómar Framdalinn allan, halleluja og amen. Eins og áður segir, fóru karlingja á Hóli og fleiri Framdalir hamförum í ársbyrjun út af snjómokstri og fleiri smámunum í þeim tilgangi að telja Vegagerðinni og sveitarstjórn trúum að mannlíf þrifist framan við tungur. Vegagerðin hefur í framhaldinu sett upp teljara við vegi í Framdölum og hyggst með þeim hætti skera úr hvort einhver farum vegina. Framdæli vita fyrir sitt leyti að enginn fer þar ótilneyddur og hafa því ráðið fólk sem ekkert hefur betra að gera í það verkefni. Í Skíðadalnum var Jón bóndi á Hnúki sjálfkjörinn til verkefnisins en í Svarfaðardalnum var Sóley í Gaukustafakoti sett í flokki. Til umræðunum hafa komið að kenna forystur-oddurinn Golsó á bíl til að sinna verkinu. En horfið var frá því. Hafa þau Jón og Sóley svo sannarlega reynst starfi sínu vaxin enda ferðaglöð með afbrigðum og að mörgu leyti andlegast í
fíknefndir í góðs. Komst í feitt á árinu í alls kyns íhlupavinnu að deppnum í fljótu. Eins og allir vita einhversu besta blessun sem dauðlegum manni getur botnast í þessu lífi og tryggir afkomu ættarinnar langa framtíð. Á leiðinni út í fljót þó jarðgöng að fara og í þeim göngum eftirlitsmyndavél sem samviskusamlega ámyndar alla þá sem aka og hratt göngin. Berst viðkomandi ökumanni í framhaldinu bæði bréf og ljósmynd frá sýslumannsembættinu á Norðausturlandi ásamt sektarboði. Skemmst frá því að segja að eftir sumarið hafa safnast upp slíkur fjöldi ljósmynda að fór á bakka hjá sýslumanni að þakti heilan vegg á sýsluskrifstofuna. Sumir sem leið aftur sýsluskrifstofuna héldu að maður væri í framboði annaðhvort til forseta eða forsætisráðherra og fannst þetta heldur óviðeigandi á opinberum kontó fyrir mann sem ofar í kaupið hefði sáralítinn kjörfólka. Þó fékk daglega sendað í pósti nýjar myndir af sér við stýrið á jeppanum ásamt sektarboði og var að grípa til þess ráðs að leigja sér pósthólf svo Kristín væri ekki stöðugt að nagga í honum út af þessu lítið hræði. Allur ágóði á þetta ævintýrinu fór því fyrir lítið þegar hraðasektirnar höfðu verið gerðar upp og afkoma ættarinnar því jafn óviss og áður. Og meira kraftaverkum í Svarfaðardal. Ótrúlegt kraftaverk varð á hlaðinu í Brekku þegar Halldór Ásgeirsson, rannsóknarblaðamaður og sérlegur fjármaður í Brekku, missti þar fótana og sveif lengi í láréttri stöðu áður en hann skall af öllum sínum líkamsþunga með háum héraðsbresti niður á hárbalann. Halldór þessi sem kunnugt engin smásmíði og var fyrir fallið alls ekki í sem bestu líkamsform. Nánast blindur orðinn á báðum augum, haltur og skakkur og áður. Hugðu því Bergþóra og Karl Heiðar í Brekku að nú væri endanlega út blaðamanni þar sem hann lá þarna eins og hafreki stórhveli út og breytt Brekkuhaf. En það var nú öðru nær. Halldór stekkur þegar á lappir, líkur eins og köttur, alheill orðinn með fulla sjón og það haft til marks bata Halldórs að hann festi strax auga á dularfullu marki á gamalli kinn sem stóð þar í hólfi allangar spöð frá bænum. Fullyrti hann að ærin væri mörkuð með Ingvaramarkinu og reyndist það réttlega. Hafði henni árabíl verið haldinn auður í Brekku og Begga og Kalli haft af henni fullar vitjar og umtalsverðar afurðir. Engum blöðum það að fletta að bletturinn þar sem blaðamaðurinn lítur
uppvaxti tókst láréttur og vott sannarlega einhvers konar álagablettur sem hefur til að bera mikinn lækningarmátt. Þá þykir hann efla frjósemi sem skýrt gæti barnarán þeirra brettunum. Þannig endurheimti steingeldur sauður aftur náttúrunni eftir að hafa staðið þar á beit og nú þegar miklar kynbætur á Brekkuhjörðinni. Hyggjast hinn sælu hjón í Brekku í framtíðinni nýta sér náttúrublettsins í auknum mæli, ekki bara í eigin þágu, heldur selja að honum aðgang gegn vægu gjaldi. Sjá þau fyrir sér að ýmsir sveitungar geta haft af honum nokkurt gagn og endurheimt þrótt á mörgum sviðum. Bílaðar vélar hrokkið í lag og búsmali aukið afurðir sínar, svo fátt eitt sé nefnt. Stuð,
Sveinn Þórðarsson sá í tæknumálinn alveg frábærlega. Og náttúrulega söngstjórinn hérna. Stórglæsileg. Annálsritari. Og náttúrulega annálslesari. Og svo fengum við aðstoð frá Jón Bjarka og Brekkjón, Óskar á dæli. Og svo var síðan Magnús inn á nýkunum. En annars ætla ég bara að koma það sem að allir bíða spenntir eftir. Það kosi á kosningu á nýri nefnd. Sem eru hérna fyrstir á hlaði. Það eru engin annar en nágrannar okkar Kristín og Þóra Bakka. Og þau eru sjáum að ringja saman nefndina að hausti. Það er djúpt á þér. Kristín, það er ekki hona. Koma svo! Krakkar! Þarna kemur að tingla ljó. Það er þess að taka á. Það eru Atli og Guðrún í koti. Næsta pari. Til að tróma þinn á borðin. Eins og þið höfum svo litið, þá bíðið þið þarna út í salnum í óttablandinni skelfingu. Yfir því að vera kannski valinn í næstu nefnd. En þessu tilfelli ætla ég bara að syngja fyrir lítið lag. Mamma. Jæja, þá er það næstu. Nafni mín, vissir að kenna þessu. Jón Haraldur. Það var einu sem ég líka.
En þeir þurfa að vera mjög góðir. Og við vantar vinnu líka, skilst mér. Svo þurfum við að hafa hálfkvæmstöfari í hópnum. Saga Árna. Það verður að bíða eftir drottningunni. Ég vil gefa þessari stórglæsilegu nefnd gott. Heyrðu og varamenn, það eru Erla á Karlahóli og Hjörtur Þórarinsson Laufey. En þá bara að ljúka þessu svona, þessari skemmtidagskrá. Það bara klassikinn, það þarf að ryðja dagskólinn náttúrulega. Við ryðjumst í það bara hvað við byrjum, en við eigum ekki bara að segja takk fyrir okkur.